Heimsbyggðin glímir nú við sameiginlega ógn. Sumir halda því meira að segja fram að náttúran sé að senda okkur skilaboð með COVID-19 veirunni og það sé ekki skynsamlegt að ögra náttúrunni. Slíkt getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Þetta er líklega í fyrsta skipti í sögu mannkins sem við sjáum jafn mikil og samhæfð viðbrögð íbúajarðar við aðsteðjandi vanda. Og þessi samstaða, þessi viðbrögð við veirunni gefa mörgum von. Því heimsbyggðin glímir við aðra risastóra ógn sem er ekki að fara neitt nema við gerum öll eitthvað róttækt. Og það er ógnin sem lífi á jörðinni stafar af hlýnun loftslags. Umhverfismál verða fyrirferðamikil á næsta þingi Alþýðusambandsins. Þess vegna tók vinnan hús á 2 listamönnum sem hafa gert umhverfismál að yrkisefni í list sinni. Við ræðum hlýnun loftslags á jörðinni, mengun og neyslusamfélagið í skugga COVID-19 við Bjarka Bragason myndlistarmann og Andra Snæ Magnason, rithöfund. Það hefur alltaf verið fyrir mér leiðarljósi að reyna að búa til einhverja speglun þar sem maður er að horfa á stór málefni í aðstæðum sem maður þekkir. Og ég held að fyrir mér er það kannski það að maður uppgötur á einhverjum tímapunkti að heimurinn breytist og að við sem einstaklingar sem að upplifa kannski breytingar sem að aðrar kynslóðir hafi ekki upplifað, eða hröðun. Og ég held að fyrir mér þá er það svona það sem að drífur þetta viðfangsefni áfram í myndlist, minni myndlist, er að reyna að festa fingur á hvernig breytingar gerast og hvernig einn einstaklingur getur reynt að ná utan breytingar sem að hann kannski á mjög erfitt með að skilja. Það gildir eiginlega sama mig, við erum kannski að nota sömu mælikvarða bara í sitthvoru forminu og á ólíkan hátt en reyna í rauninni að miðla sömu hugsun. Og einmitt þetta, ég er að reyna að skrifa í bók minni Tíminn á vatni til dæmis hvernig jarðfræðilegur hraði breytinga sem áður var í þúsundum ára, milljónum ára jafnvel, er að verka núna á jörðinni á tímabili einna mannsæfi og þá nota ég einmitt, hann notar ömmu sínu og afa í sínu verki og ég er líka að nota ömmu og afa sem einmitt svona mælikvarða tíman. Umhverfismálin eru sérstök að þessu leyti og nærtækt að nota vírusinn sem dæmi eitthvað sem við skiljum. Það er að segja þú verður veikur á morgun en jafnvel þó að Ítalir hafi verið orðnir veikir þá voru Bretar ennþá værukærir og ekki gera neitt bara halda stórtónleika og svona. En samt sem það er við skiljum ef ég ger eitthvað þá verður ég veikur á morgun og það er ekkert að læsa einhvern veginn heiminum sem viðbragð við því. En þegar vísindamaður segir ef svo heldur áfram sem horfir að þá mun eitthvað mjög alvarlegar afleiðingar koma fram í kringu 2070 og þá gerist ekki neitt. Já, ok. Það er bara, ég ætla ekki að breyta neinu, ég þarf ekki að breyta neinu næstu 20 árin eða 30 árin. Ef að sýrustig hafsins breytist meira á næstu 100 árum, heldur að gera á síðustu 50 milljón árum, þá er það skali sem sprengir allt tungumál, sprengir all okkar reynslu að hvernig skynjar maður 50 miljón ár og hversu alvarlegt það er. Ef mannkynið kom fram fyrir 5 milljónum ára, ef við tala ein manneskja er að fara að lifa stærri breytingar í hafinu, heldur en 10-föld þróunarsaga mannsins. Andri, þú nefnir COVID-19 og við sjáum í því máli öllu saman að á endanum allan þá fóru menn að treysta því sem vísindamenn voru að segja, læknar og faraldsfræðingar. Ekki byrjunendar þegar að fyrsti læknirinn sem benti á þetta var auðvitað handtekinn í Kína. En er það vandamál í þessu að í umhverfismálunum þá er vísindamönnum ekki treyst og er listamaðurinn á einhvern hátt eins og þið kannski voru að koma inn á nauðsynlegur millilegur til þess að gera hluti skiljanlega venjulegu fólki? Ég held að þetta með COVID-19 og eins og þú ert að tala það er rosa áhugavert að við getum brugðist við ykkur sem hefur svona áþreifanleg áhrif á líf okkar og í rauninni mjög merkilegt að sjá hvernig allir draga úr öllu sem þeir gera. En ég velti líka fyrir mér hvort að þarna sé eitthvað svona tímaskala dæmi aftur, að við skiljum að þetta hefur áhrif á skammtíma markmiðin okkar sem eru að lifa af
en langtímamarkmiðin eru einhvern veginn að lifa vel og í bara út allan heima þá er neysla okkar svo bólgin að það einhvern veginn það er svo miklu erfiðara að stöðva það eða hamla það og okkur finnst auðveldari tilhugsun að gera aðgerðir til þess að bjarga flugfélagi heldur en að bjarga jörðinni. Þú veist, bara hlutverk listamannsins á þessum tíma er svo fjölbreytt. Sumir þurfa að vera í rauninni bara búa til illustrasjónir, bara myndskýringar á því sem er að gerast og búa til einfaldar meltanlegar upplýsingar og maður tala við vísindamenn og maður finnur að það er mikill vilji til samtals á milli raunvísinda og listamanna. Ég náttúrulega listamenn hafa alltaf nýtt sér allt þannig að miskunnarlaust eða skamlaust eða hvort sem það eru endalok hvort sem það eru plágur eða stríð eða þeirra eigin dauðleiki eða í þeirra hópi eða þeir nota líf sitt miskunnarlaust til þess að búa til listaverk þannig að það er svo sem bara það er bara einhvern veginn sífellda dílema listamannsins að breyta ástarsorginu sinni í ljóð eða dauða dóttur í ljóð eins og Hallgrímur Pétursson að menn er alltaf að umsnúa einhverju erfiði yfir í einmitt fagurfræðilega upplifun og kannski er það bara kjarni mennskunnar að horfast í augu við erfiða hluti og umbreyta þeim í listaverk. Það sem ég reyna að gera í bókinu minni er líka að uppfæra tímaskinn okkar og svona ábyrgðarleysi okkar gagnvart ártölum eins og 2150. Það sem er raunverulega einhver þarna úti sem að við þekkjum vel og elskum núna í dag eða munum þekkja og elska á okkar lífsleið að við erum það er búið til einhverjum metafórur ákvarðanir sem eru 4 ára kjörtímabil, ársfjórðungsuppgjör fyrirtækja en svona langtíma 100 ára markmið hafa verið svo erfið og kannski erfitt líka bara út af tækniframförum að plana eitthvað á þann hátt. En alveg í rauninni lífsnauðsynlegt að við skiljum niðurstöðu vísindamanna á jafn konkrétt hátt eins og við skiljum veiru. Og viðbrögðin við því eru ekki að banna allt flug, banna allt samkomuhald, banna allt eldur. Viðbrögðin eru í rauninni bara einhver svona 5% breyting á ári þar sem við byrjum að hnika þessu skipi og kannski verður taumlaus neysla möguleg í einhverju hringrásarhagkerfi þar sem að neysla er í rauninni bara eins og elda mat og borðan og búið til stól og breyta honum síðan í eitthvað annað. Þessi neysla verður bara eins og legokassi þar sem í rauninni þú getur endalaust leikið þér í legokassanum. Þess að neysla er við viljum neyta, við viljum búa til föt, við viljum búa til bækur, við viljum hafa hlutverk, við viljum hafa virkni en neyslan þarf að vera svona eins og lokaður legokassi þar sem að við búum til eitthvað skemmtilegt og ég gef þér það og þú nýtur þessi smá tíma og svo tekur það í sundur og býr til eitthvað annað úr þessum kassa og réttir mér það en við erum ekki alltaf að ráðast inn í skó í hvert skipti eða henda ykkur upp í lofthjúpin að við erum í sér svona heimspekilegu stöð þar sem að við þurfum hlutverk, við viljum virkni, við þurfum samskipti, við þurfum hreyfingu á milli okkar en hún má ekki alltaf vera í því formi að við erum að fylla andrúmsloftið af CO2 og rusla höfuna af rusli og að lífheimurinn sé alltaf að hnigna út af þessari bara neyslu okkar og það er bara svo einfalt að það er bara neyslan okkar og sköpunarþrá okkar sem er að ganga okkur dauðum. Svona til lengri tíma litið þá er umhverfisváin stærsta verkefni mannkyns. Ég held að við séum alveg sammála um það og sífellt fleiri er að verða sammála um það. Sýna kannski viðbrögð bara alls heimsins núna við COVID-19 að við eigum kannski eftir allt séns í baráttunni við hlýnun loftslags? Mér finnst það
mér finnst bara í rauninni að það sem kemur út úr þessu að við þurfum bara að vilja það. Af því að við viljum forðast þennan sjúkdóm og þá gerum við það sem við þurfum að gera. Ef við viljum draga á neyslu okkar og breyta mynstrinu, þá getum við gert það. En þetta svona bara í rauninni að stjórna þránni. Að ég held að sé, eins og þú ert að segja, Andri, að við viljum vera produktív, við þráum neyslu, en forsendunar þurfa að vera bara til staðar. Og ég held að það sem maður að upplifa núna að þær eru að breytast og bresta. Til dæmis bara var ég út í Sierra Nevada fjöllunum í rannsóknarverkefni í haust og það mjög áhugavert að sjá að tala við skógarsérfræðinga í Kaliforníu sem að segja að skógar Kaliforníu séu bara að deyja. Þeir hafi byrjað að drepast í norðanverðu fylkinu og svo hafi breytt úr sér hnignun sem sagt suður eftir og svo hafi það farið hinum megin við Sierra Nevada fjallgarðinn og unnið sig upp norðan megin. Og ef maður horfir á raunverulega þá finnur maður einhvern veginn að kerfin eru bara að hrynja og ég held að maður þarf einhvern veginn að finna leið þar sem maður, og sérstaklega það fólk sem hefur einhverjar forsendur til þess að knýja breytingar og það lamist ekki úr ótta og umkomuleysi gagnvart svona vandamáli heldur einhvern veginn reyni núna að taka ábyrgð á því. Þannig að þetta svona svolítið skrítið mómenta sem við þurfum að vera hrædd en við megum samt ekki vera lömuð úr ótta. Ég oft með fyrirlestari fyrir ungt fólk og þá segir þeim að verkefni yfirþyrmandi og þú getur sökt þér ofan í svörtustu spárnar en það samt alveg svona þarna leiðir sem hægt að fara og það ekki endilega neikvætt að vera hluti af kynslóð sem þarf að breyta öllu. Það rauninni neikvæðir að vera að klára háskóla og spyrja hvað vil ég gera? Bara, það þarf ekki, það búið að byggja allt saman. Það bara komið fyrir einhvers staðar inn í fitulaginu að það sem næsta kynslóð þarf að gera, það sem eftir af minni starfsæfi og okkar starfsæfi og í rauninni öll starfsæfi þeirra sem klára grunnskóla, menntaskóla í dag og háskóla fjallar í rauninni að laga kerfið okkar inn í hringrásarkerfi, koma okkur út úr olíukerfinu og kolefniskerfinu og farga því okkur nátt að í rauninni sama hvað þau læra, hvort þau vera verkfræðingar, kokkar, smiðir, líffræðingar, það bara allt svona, þetta paradigm shift, þetta viðmiðaskipt, það bara komin ný miðja og það komnar niðurstöður núna af 20. öldinni og sýna okkur að margir útreikningar frá 1990 og 2000 voru bara rangir, bara gangi ekki upp til lengdar og það þarf að endurhugsa og endurreikna næstu í allt saman þannig að í hvaða fag sem þú ferð það þurfti alls staðar að breyta einhverju og það ekki endilega neikvætt að vera kynslóð sem að taka þátt í því og í viðmiðaskiptum þá annarkvort tekur þátt í breytingunni eða verður fyrir henni og ef þú tekur ekki þátt í henni þá getur þú verið eins og kall sem ennþá að klípa 2 vikum eftir MeToo hann ekkert að fara rosa langt í sínu starfi Aðeins að grípa þennan bolta flest sem við gerum hefur einhver umhverfisáhrif og sumt sem við gerum hefur mikil umhverfisáhrif eins og til dæmis allskyns atvinnuuppbygging en fólk verður auðvitað að hafa vinnu. Hvernig vinnum við á þessari klípu að ykkar mati? Ég held að það sé svolítið þetta að við kannski getum ekki notað gömul viðmið hvað vinna og hvað afkoma til þess að ímynda okkur framtíðina og að endilega að við miðum við að við gerum hlutina nákvæmlega eins í framtíðinu og við höfum gert það hingað til að það sé ekki að fara að halda áfram þannig. Án þess að maður fari inn í einhverja svona dystopíska dómstags mynd þar sem að stór hluti mannkyns deyr eins og svona verstu sviðsmyndir tala að þurfa að gerast að við þurfum bara að fækka öllum á jörðinu og allt þetta en ég held að við þurfum bara að breyta því hverju við ætlumst til úr lífinu að það hefur í rauninni alltaf svona undanförnum áratugum verið svona línuleg þróun að þú bætir alltaf við þig eignum stækkir það sem þú
ert með og einhvern veginn aukir þína neyslu og það sé mark að þér hafi gengið vel í lífinu. Ég held að þetta sé svolítið það sem að mun breytast. Þetta er bara algjör dílema og við höfum svona varla tungumál eiginlega til að fjalla þetta almennilega vegna þess að við erum bara 20. öldin kommunisma og kapitalisma og iðnaðar verkfræðina og neysluna og það afl vel og okkur líður ofsalega vel þegar mikið að gera og það er ekkert hægt að segja bara svona ábyrgðarlaust, bara hættum öllu, lokum öllu vegna þess að þá getur afleiðingin einmitt orðið félagslegar afleiðingar þess að takast á við loftslagsbreytingar getur orðið á við eins og þessu afleiðingar loftslagsbreytinga. Það er að segja einhvers konar félagslega upplausn, bara gulu vestin og bílar brennandi einhvers staðar í París eða eitthvað. Þetta snýst einmitt þú veist, allar þessar framfarir sem að hafa orðið á 20. öldinni í því hvernig ákveðnir hópar hafa fengið réttindi, öryggi, það hafa áunnist hlutir í heiminum sem að maður vill alls ekki fórna á þessum tíma. Þannig ég held að sé einmitt hvað er það sem að raunverulega skiptir máli í lífinu og að það eru þessi hlutir sem að fjalla það að upplifa öryggi, upplifa hamingju, hafa samastað, góð samskipti, lýðræði, tengsla milli þjóða. Það eru alls konar svona hlutir sem að þarf held ég að búa til einmitt umgjörðina til þess að vernda og að það, þó svo að við minnkum okkar neyslu, að þá eru þessi svona gildi sem að einhvern veginn þurfa að vera til svona sem að þarf að passa upp á. Svona endingu, umræða umhverfismál gerir marga svartsýna og jafnvel þunglynda. En til þess að við eigum séns í þessari baráttu þá verður fólk að hafa von. Hvernig myndi þið vilja tala von í fólk? Oft ég tala við krakka og ég segja þeim að allar kynslóðir hafi lent í áskorun og hafi haft einhverjar stórar áskoranir svona sem megin áskorunir þeirra kynslóðar. Og þú ert ekki endilega óheppin af ekki fæðst 1910. Það var bara mjög miklir áskorunir þá. Þú veist ekki óheppin af ekki fæðst 1810 eða 1710 eða 20. Það bara er í eðli mannsins að takast á við áskorunir og svona mannkynssagan hefur sýnt til þessa að við höfum lært af þeim, stigið yfir þær og jafnvel þroskast og ég meina seinni heimsstyrjöldin var í líftíma mitt af og ömmu sem við erum að tala en stuttu síðar til Sameinuðu þjóðirnar sem aldrei verið til áður. Þannig að það verði einhver áföll og svo stígum við út úr þeim og þá kannski verður einhver stórt framfaraskref í aðra átt. Mannréttindir og svo miklu betri stað núna heldur en kannski 1910 þó það sé ekkert allt frábært í heiminum. Og þegar við lesum mannkynsöguna þá öfundum oft kynslóð sem stofnaði lýðveldið. Ég vilja vera á Þingvöllum 44 eða eitthvað eða öfunda kynslóðina sem að stofnaði íþróttafélag eða gerði eitthvað. Við öfundum fólk sem eru frumkvöðlar og eru að gera eitthvað í fyrsta skipti og það er tími sem er í rauninni svolítið spennandi að vera til. Og meðan þetta er ekki allt saman komið fram sem að spá þér, þá höfum við þennan glugga til þess að breyta og bæta og mæta þessu. Það sem 20. öldin þó færði okkur var vísindi, tækni, tæki, þekkingu og ef við beinum þessari þekkingu og þessum tækjum í átt að markmiði sem vísindamenn telja við þurfum að fara, þá getur allt í rauninni farið nokkuð vel.